Ungmenni úr Reykjanesbæ fóru til bæjarins Puumala og dvöldu þar með finnskum ungmennum í vikutíma. Okkar unga víkurfréttakona, Thelma Hrund Hermannsdóttir, var með í för og hún setti saman þennan fína pistil frá Finnlandi. Unglingaráð Fjörheima hefur síðastliðin 2 ár verið að vinna í undirbúning fyrir ungmennaskipti á vegum Erasmus Plus og Fjörheima. Hópurinn sem tekur þátt í verkefninu samansettur af finnskum og íslenskum ungmennum. Þá hefur COVID sett strik í reikninginn en hópurinn nú loks kominn til Finnlands og ætlar að taka þátt í verkefninu hér. Komum og kíkjum hvað þeir eru að gera. Nú unglingaráðið statt hérna í Finnlandi, en hvað unglingaráðið og hver tilgangur þess? Já, unglingaráðið oft rugla saman við ungmennaráðið. Unglingaráð Fjörheima í rauninni félagsmiðstöðvarráð eins og þekkist allstaðar annars staðar á Íslandi og í rauninni hópur af ungmennum í 8. og 10. bekk sem hjálpa til við að skipuleggja í rauninni alla dagskrá og allt starf í félagsmiðstöðinni Fjörheima. Hvers vegna ákváðu Fjörheimar að taka fyrir þetta verkefni? Já, í fyrsta lagi það ákváðu Fjörheimar ekki neitt. Við skulum alveg hafa það á hreinu að hér eru það krakkarnir sem að stjórna ferðinni. Ég fylgi þeim bara í hugmátt eftir og þau ráða í rauninni algjörlega hvað þau eru að gera. Og þau fengu þessu hugmynd. Snemma, eða í lok haust 2019 að sækja ungmennaskipti eins og unglingaráðið hafði gert einu sinni áður 2018 og þá var bara farið í þetta og lagt af stað í þetta verkefni og þetta búið að vera mjög skemmtilegt ferli. Við höfum lært helling, krakkarnir líka og þó þetta hefur tekið aðeins lengri tíma en uppálega var áætlað þá held ég að þessu öllum til góðs að taka þátt í svona verkefni og gera þetta. Hvert markmiðið með þessum skiptum? Einmitt, ungmennaskipti í rauninni bara leið fyrir hópa af ungmennum eða krökkum eða unglingum til þess að koma, kynnast öðrum menningarheimum, taka þátt og í rauninni auka þessa Evrópuvitund. Að við séum ekki bara einhver eyja út í Atlantshafinu, við erum hluti af Evrópu. Það eru aðrar þjóðir í Evrópu, aðrir menningarheimar, alls konar matur, alls konar menning, listir og öðruvísi fólk heldur við. Og það í rauninni bara tilgangurinn, bara fara út, hitta aðra krakka, upplifa öðruvísi hluti og hafa gaman. Já, eitt víst að það búið að vera gaman hjá hópnum í þessari ferð. En spurningin hvernig fjármögnuðu þau svona stórt verkefni? Við þurftum ekki að borga neitt út af því að Erasmus Plus gaf okkur sem sagt styrk til að koma út og hitta krakkana. Og hvernig fer það ferli fram? Við þurfum að skrifa umsókn til Erasmus og við unglingaráðið tókum heila helgi að skrifa umsókn og svo þurfti að skrifa eins meira þannig að umsóknarferli tók kannski mánuð og svo sendum við út umsóknina og 2 mánuðum seinna fengum við vita að Erasmus vildi styrkja þetta verkefni. Hefur COVID haft einhver áhrif á skiptin? Já, alveg verulega. Við byrjum að vinna í þessu fyrir alveg 2 árum cirka en erum bara loksins að komast út núna. Já, og það gaman að segja frá því, eða kannski ekki gaman, að leið og reglunum var aflétt á Íslandi þá komum við hingað og eru miklu strangari reglur heldur en á Íslandi. Þannig að þegar þau koma til okkar eiga örugglega að vera mjög hissa á því að það eru engar reglur hjá okkur. Nú þið búin að vera hérna í cirka viku. Hvað þið búin að vera að bralla? Við erum búin að vera mikið í hópefli og alls konar þannig þar sem að okkar megin atriði þáttaka og svo erum við bara búin að fá að fræðast bæinn og kíkja til Mikkeli sem borg fyrir utan bæinn og alls konar skemmtilegt. Hvaða finnsku hluti hafið þið fengið að prófa úti? Við prófuðum snjóskó með mannbrotum og fengum að smakka pönnukökur sem við hittum sjálf á svona varðaldi. Svo fengum við bollur sem alveg fyndið út af því að bolludagurinn á Íslandi var á sama tíma bolludagurinn hérna úti. Þannig fengum að smakka finnska bollur og svo fengum þau að smakka íslenskar. Svo fórum við á safn sem í Mikkeli sem borginnar rétt hjá.
þar sem við fræddumst mikið seinni heimsstyrjöldina og hvernig hún hafði áhrif á Finnland sérstaklega. Það var mjög áhugavert. Hafið þið safnið ykkur áhrif á ykkur sérstaklega? Já, ég fór alveg smá að gráta. Þetta var alveg sorglegt að lesa þetta og sjá þetta og svolítið svona upplifa þetta. Mjög þungt á hjartað. Já, þetta var svona sýndarveruleika safn þar sem allt var í tölvum og einhverju snertiskjáru og eitthvað. Það gerði eiginlega mikið meira raunverulegt og maður fann meira fyrir því, þú veist, maður var ekki bara að lesa einhverju spjöldum, þú veist, maður var að horfa á vídeo og eitthvað. Hvað gerist núna eftir ferðina? Eru skiptin búin bara núna þegar þið komið heim? Nei, þau koma til okkar í apríl í páskafríinu og þar sem við ætlum að leyfa þeim að koma í ungmennaskipti til okkar og við þá stjórnum samt í ferðinni og við ætlum að fara með þau til dæmis á Bakkaflöt í Reykjavík og við ætlum líka að gista í Reykjanesbæ.